Já, Hlynur, 13 stiga tap fyrir Íslandsmeisturum Þórs í Þorlákshöfn. Mistið þetta svolítið frá okkur seinni hálfleiknum, eða ekki? Jú, ég meina eftir hálfleik og langleina í þriðja, þannig að jú, greinilega mistum við þá. Þið voru komnir 10 stigum undir fyrir fjórða leiklutan. Hvað var að reyna að gera í fjórða leiklutan sem gekk ekki upp hjá okkur? Við reyndum svolítið í restinni bara að keyra þetta upp, sko. Við reyndum það. Við vorum alla leikinn að finna David og gekk ágætlega svona framan af. Það var bara ekki nógu mikið flæði hjá okkur. Það voru mikið af sóknum sem það var lítið að gerast þannig, svona svolítið upp á von og óvon. Og sem þegar þeir komast þarna yfir var ekki 70-80, það er 60-70. Og þá það voru bara eitthvað að mistu við, voru mjög ómarkvissar sóknir í röð þá, svona tilraunakendar og á sama tíma að setja þau ykkur spót. Þorlákshafnarliðið er náttúrulega gífurlega vel mannað upp í 7. mann og það er í raun og veru margir leikmenn sem geta komið með einhverjum svona 30 stiga leiki. Þið fenguð hann frá Luciano og Mazzarelli í dag. Hvað getur þú svona samfélag, hvað voru að reyna að gera til þess að svona stoppa hann? Já, ég meina liðin í deildinni eru óbúslega vel mönnuð. Bara þetta er ekkert eins og þetta var. Þetta er ekkert 4+1 það sem að alls konar frændur voru að standa eftir. Þetta er bara, og þeir eru með þess að fá 5. atvinnumannin. Mazzarelli hvað ætlum við að gera? Við ætlum að koma hærra upp á boltakjörunni á honum. Þess að hann gæti ekki skotið. Stundum var ég á seitt til dæmis, en hann gæti bara að grípa á skotið strax í skrínið. Þetta er liðin eru alltaf mjög vel mönnuð. Þú sér bara það með þess að liðin að bæta í og þetta er ekki djók, sko. Þetta er bara, já, þetta er... Opna kaplu? Já, ég meina það ekki, það er bara alltaf leið. Mín vegna, ég spila bara eftir reglunum, sko, þannig að það er bara, já, það er bara eins og það er. Þú eru mikill stígandi í leik Stjörnunnar svona síðustu vikur og í síðustu umferðum. Þið unnu stóra sigri eins og móti vinni Keflavík og vinni Njarðvík og svona þessi lið sem eru þarna við toppinn. Þið getur nú ekki dvalið á lengi við svona tapa það? Nei, það var svolítið, það leit held ég verður út heldur en var þetta móti IR. Auðvitað vorum við ekki góðir þar og ég kannski manna vestur, en þeir eru orðnir góðir. Auðvitað vorum við ekki góðir í þeim leik, en þeir voru orðnir miklu betri en voru. Ég hef mikla trú á þessu liði, ég veit ekki, það er bara eitthvað sem ég hef með tilfinning, en auðvitað er eitthvað sem þarf að batna. Við erum alltaf upp og niður. Við löngu köflum voru bara í fínu leik og sem vinnum við Keflavík og Njarðvík. En það er eitthvað sem hefur ekki alveg verið að smella, en ég hef trú að það er eitthvað í þessu liði, þetta gæti að fara þannig að það endur bara snemma. Það er líka eitthvað sem gæti gerst þá við gætum farið alla leið. Ég er alveg samfærður það er eitthvað hlutur sem þurfa að batna. Er ekki bara öll liðin í þessari deild og líka þessi lið sem eru þarna í efstu sætunum bara svona frekar gölluð og eiga bara svona svolítið í land? Þú sér það bara, þetta er örugglega eina fáum deildarmót lið í 9. sæti og 10. sæti, þau bara stefna full fæts á Íslandsmeistaratitil. Það hefur raun og veru sem stafar að því að það hefur ekkert lið orðið Íslandsmeistari bara fyrir utan Þorlákshöfn, mátti kannski vona því, fyrir utan KR. Þannig hefur eiginlega alla leikmaður í deildin orðið Íslandsmeistari fyrir KR. Þannig að liðin eru orðið mjög, þú sér bara það er allir stefnandi. Þú sér þetta, held ég í fáum deildum sem bara liðið í 10. sæti, það trúir því að og það eru væntingarnar. Það eru væntingar í öllum liðum bara fyrir Íslandsmeistari og annað er bara feilur líka við, sko. Þór Akureyri, næstu umferð. Botliðið, væntanlega sýndu þið ekki gefin? Já, það er gamall og góður frasi. Við eigum að vera betri en Þórsarar og bara eins gott við vinnum þá. En jú, við komum eitthvað svona varnagla, þannig við eigum að vinna það ef við spilum vel eins og við ætlum að gera. Frábært, takk fyrir.